Já, býtum við, Aron, hann nánast kostaði snerting, það snerting en þeir eru heilir, hvað gerðist? Hörku spennandi baráttan hér fjórða, Fenrir fær einhvern aftan á sig. Við erum að nálgast síðustu beina. Gunnar Karl ristir það af sér í startinu. Hvað að gerast hér? Patrikur að ná að koma sér fram úr? Nei, hann við. Jú, víst, nei, það snerting. Það snerting. Patrikur og Þórhallur. Hvað var að gera þarna? Þetta Sigurjón, þetta Stefán. Það kom út annar öryggisbíll. Nei, þetta var ekki gott. Við erum komin í græn. Aron Breki, rétt fyrir aftan. Bara átt að neta á milli þessara. Og sjáuð bílfluguna beint fyrir aftan, reynir allt. Hann reynir þetta að skera sér innan á hann og vera það með innri línu hér. Þvílík juttudust, vel gert. Sjáuð Aron Breka, nær hann að komast þér þetta fram úr. Smá snerting. Kæra fólk, öryggisbíll. Það er þarna öryggisbíll fyrir inn á þessum hring. Vel. Og hæja hérna mönnum fyrir að hita dekki sín. Þetta Gunnar Karl ekki gera hérna í fyrsta setinu. Hann slakur. Hann læra það að hann vill kæla dekki sín ef eitthvað. Hann komin á stað, Gunnar. Þeir komast inn allir öryggir í gegn. Gunnar Karl heldur sinni fórustu. Hann kann að taka þessar endurræsingar og stinga af í startinu. Stefán Freyr og Eyjólfur, lenda hérna harkalega saman. Hraðasta hring setur Gunnar Karl á allra síðasta hringnum og tekur fyrsta sætið. Virkilega flottur kapasturinn í blá endan fyrir okkur sem heima sittum. Geggjadæmi. Þetta er Gunnar Karl sem búinn að tryggja sér sigurinn í formúludeildinni á Íslandi. Virkilega vel gert. Tekur hérna smá fagnaðarspól. Áætla einmitt keppendur Gunnar Karl, Þórhallur Ingi og Sigurgeir ætla að raða sér hérna fyrir okkur ykkur stáru upp og takk fyrir að horfa á okkur, takk fyrir að fylgjast með og hafa gaman að þessu. Bara sé ykkur næst, þangað til, hafið það stórfenglegt. Verið bless!
Komið sæl og blessuð, við erum velkomin í beina útsendingu hjá GT Akademíunni. Þetta er formúludeildin, ég heiti Arnór Óskarsson og það situr enginn þetta með mér. Hinrik ætti að vera einhvers staðar heima á sér eða eitthvað, kannski hann byrjar að tala inn á Discord og ég heyri ekki í honum. Hver veit, og við sjáum til. Hann kannski hringir í mig eitthvað, ég veit það ekki. Allavega, komið sæl og blessuð, formúludeildin er að enda. Hún er byrjuð aftur en hún er að enda. Þetta er síðasta keppnin hjá okkur, keppni 10 af 10 og Hákon Karl. Nei, ekki Hákon Karl, Gunnar Karl Vignisson er búinn að tryggja sér sigur í nýjastari deild. Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Þeir eru þarna á listanum beint úr ongan annan kannski, mixaði ég þessu bara þetta saman, ég vil aldrei viðurkenna. Allavega, það er Gunnar Karl Vignisson sem er búinn að eigna sér sigurinn í þessari deild. Hákon Jökulsson ætlar að fá sér flík. Endilega fór að fáðu blík, kærvinnur, en það er Þórhallur Ingi Jónsson sem situr í augnablikinu í öðru sæti í deildinni við 209 stig eftir að hann Hákon gerði hvað gerðist aftur í síðustu keppni? Gerði hann mistök? Hann datt út hjá honum eitthvað, tölvan hans eða eitthvað, hann gerðist eitthvað agalegt. Hákon, svara á chatinu, hvað gerðist? Allavegana er staðan þannig að Þórhallur Ingi með 209 stig. Já, okkur poppaði þessi ekki upp á skjáin fyrir ykkur. Hvað er staðan á því? Points. Þetta virkar núna. Guð veit of hverju það er. En þetta er allavega að gera það. Ég veit ekki af hverju. Ég hef ekki hugmynd af hverju þetta virkar núna. Stundum virkar þetta, stundum ekki. Ég veit ekki hvað er að gerast. Ég er ekki að breyta neinu. Ég tek það fram, sko. Taka það sterkt fram. Allavega. Hákon Jökulsson er í öðru sæti þarna eins og sjáið með 187 stig. Það er Pétur Illugi Einarsson sem situr í fjórða sæti rétt á eftir með 172 stig. Þannig að Hákon eða Hákon, skulum bara byrja þar, kemst ekki upp fleiri stig og Pétur nær hann á sér í þriðja sæti aftur. Eða fjórða, Pétur, hvar var hann í síðustu keppni? Og sjáum það aftur hérna, bam. Pétur Illugi var í sjötta sæti síðast, náði sér í 18 stig. Og þá var það Hákon sem að gerði mistök, hvarf út af servernum. Er það svoleiðis? Hákon, hjálpaðu mér, er hann farinn á chatinu eða? Hvað gerðist? Hákon kom ekki í síðustu keppni, bara bim, það var svoleiðis, það var keppni þar á undan sem allt fór í klessu. Hákon komst ekki í síðustu keppni. Þarna, ég er búinn að rifja þetta allt saman upp. Ég er mjög vel undirbúinn eins og þið heyrið. Sigurgeir Lúðvíksson er í 5. sæti þarna með 165 stig og Sigurjón Páll hinn turbogölturinn með 145 stig í 7. sætinu. Þið eru eflaust búin að lesa þetta allt saman, þannig að ég... Jesus! Aron, heyrðu mér. Já, ég heyri þér maður. Heyrðu, ég er á keppendaföndi og þið var að benda mér það að það eru bara 30 hringir í keppninni í stæði fyrir 37. Er það rétt eða? Nei, það er rangt. Það er alveg rangt, er það ekki? You tell me, sko. Ég er bara að taka það fram, við erum í beinni útsendingu en það er allt í lagi, sko. Þetta klúrið má alveg vera bara, þú veist, allt sem við heldum áfram með. Við erum í beinni. En byrju, leið mér að skoða, bara eldsnögt. Við erum bara vissir, ef svo er, þá endurræsum við bara tímatökuna, hvort sem er tíma í það. Interlagos á að vera 48 hringir, kallið mín. Og hvað erum við margar núna? Ekki hugmynd. 30. Ég veit ekki, segð þú mér, þið eru að skoða þetta. Já, ég er að lota hérna. Ég er bara að búa til. Ég er bara að býta til nýtt sesjón og við notum þessum tímatöku. Ok, 48, ég ætla að spyrja strákana, augnablik. Jæja, ég er komin aftur. Heyrðu, strákarnir eru tilbúinir að hoppa yfir í nýjan server ef það þarf.
Já, því að hann getur náttúrulega bara að bronsa sessan. Það væri mjög vel þreyt. Það er bara að bíða þannig að þessu komið inn, þegar það er bara bælgin. Það er kannski verið ósum hjartar síðasta 5 mínútur og menn er ekki komið inn. Hákon!
Jæja, þá erum við komin inn á réttan stað og tímatakinn byrjuð og mér sæl og blessuð, við erum velkomin aftur í beina útsending, ekki það, þetta er búið að vera beina útsending allan tíman, en þið sem eru nýkomin, hæ, velkomin. Enginn af keppendurum búin að setja einn einasta tíma, þannig að alveg óþarf að hafa þess að töflaðan uppi og iRacing er bara að opna fyrir okkur og sína okkur svona merkilegast og mest skemmtilega sem er að gerast á brautinni hverju sinni. Við fylgjumst bara með því og sjáum hvað gerist, en með mér á línuna er komin hann Hinrik. Komið þið sæl. Ég er þetta komin að öryggisbíllinn er bilaður og ég ætla að hjálpa honum Aroni að lýsa þessari stórkostlegu keppni sem er framöndan. Velkomin sjálfur, sagði Eiki Drift, sem er alveg rétt, já, takk fyrir, velkomin aftur. Við þurfum aðeins að breyta til þetta og snúa hlutunum og gera þetta nýtt. Þetta er síðasta keppnin, þannig að þetta getur ekki verið alveg eins og þetta hefur verið áður. Langar að óskanum Gunnari Karl sérstaklega mikið til hamingju með að hafa sigrað þessa deild. Og svo að síðasta keppnin sé ekki búinn, en hann er algjörlega búinn að tryggja sér þann titil. Þetta kemur einmitt Kenneth út úr pittinum með engan annan en Alexander Hauksson á hælunum á sér. Nei, þetta er sko ekkert Alexander Hauksson. Þetta er hann Hákon Jökulsson. Hver hérna negla sér út í tímatöku í einhverju sikksakki og stælum. Ég veit ekki alveg hvað dólklæti þetta eru. Ég var búinn að heyra eitthvað umtala það. Þessi drengir ætluðu kannski ekki að taka tímatökuna neitt alvarlega. Það sem þetta í síðasta keppnin, þá ætla þeir bara að byrja aftast og fara hratt fram úr öllum, held ég veit það ekki. Mig grunar að það sé það sem er að fara að gerast með þessu stæli sem ríðum. Hinrik, hvernig líst þér á það? Ég líst rosalega vel á það og hérna, ég er ánægður með strákana, en ég er sérstaklega ánægður með livery hjá honum Gunnar Karli. Er búið að breyta útlitun á bílnum hjá honum? Já, það er komið nýtt livery á drenginn. Nýtt livery á drenginn, sko. Þetta er einstaklega flott, mjög vel heppnað. hefna. Voru með svaðalegt livery reveal í gangi hérna inn á Discord-rásinni hjá okkur. Og þetta tók alveg rúma viku sem hann var að posta svona hintum hvað var að fara að gerast. En tekur þú eftir í hvað lýsingin er orðin mikið flottari en í iRacing? Ekki akkurat núna reyndar, en eins og hér. Heyrðu, Þetta er nýja það er búið að hreinsa til. iRacing er nefnilega að vinna í nýrri uppfærslu fyrir allan leikinn, nýrri grafíkuppfærslu, og þeir eru að vinna í ljósonu, eða lýsingunni. Þá sagði gæinn hann sem er að vinna í því aðal gæinn, viðstu, það er ekkert mála að setja þetta yfir í það sem er núna. Þannig að þeir hentu því bara með inn í gamla grafík engine, inn í gömlu grafíkvélina líka, en þetta er fyrir nýju grafíkvélina. Koma því framfæri núna að Aron Breki er komin í fyrsta seti hérna af öllum sem eru búin að setja tíma. Nei, þá er það hinn bíflugan Þórhallur sem skellir sér í fyrsta bítu. Á meðan ég er að segja þetta var það Fenrir Þór Söndursson sem smellir sér í fyrsta. Það er nú 15 mínútur eftir þessari tímatöku samt, þannig að Aron minn, verður rólegur. Þetta er einmitt moment sem að þú átt að grípa orðið sko og byrja að tala, Hinrik. Já, það er rétt. Ég var svona svolítið í öðrum heimi hérna. Það væri gott ef við værum hliðin okkur öðrum svo ég geti bankað í þig. Það væri mjög sniðugt. En þú er svona hint og býð eftir að ég hætti að tala svo þú geti sagt eitthvað. Já, ég var með eitthvað á vörunum og svo hélst ekki kjaftið að núna er búin að gleyma það sem ég ætla að segja, sko. Já, hendur mér Herðu, hér er komið ólíkslogo á turbogeltina. Já, ég ætla að tala hérna hérna grafíkina. Ég tek eftir því að það er allt miklu meira svona krisp. Svona, það er eins og hafi verið slikja yfir öllu áður. Núna er koma litirnir og svona miklu svona skýrara fram, sko. Ég er sammála. Þeir eru búin að fjarlægja gulu sleikina sem að var hérna á þessu. Já. Og ætla ég að skoða hérna bíflugbílinn. Þá erum við að tala um iRacing, ekki turbogeltina. Turbogeltinir þurfti ekki að fjarlægja neina sleiki á sínu bíl. Ná, nei. Nei, við erum að tala um grafíkinn í iRacing. Gullfalleg livery. Núna sé ég hjólkoppana hérna. Þetta er allt miklu skýrara og svona fallegra einhvern veginn allt saman. Miklu betra, sko. Við fara yfir á McLaren Racing sem er einmitt að taka gott slæt hérna fyrir okkur. Þeir eru svo fljótir að keyra eitthvað úr sko myndavélina. Það er erfitt að ná frammenda myndum að þeim, sko. Leiðu þeir koma nálægt myndavélina og fara þeir fram hjá henni, sko.
við gott zoom hérna á hútið, sjáu þetta fallegu mynd sem eru með, þetta fallega logo, réttar satt. Og Interlagos brautin hérna, Brasilia. Ekki Brasilíu. Þetta í Brasilíu, maður. Já, þetta ekki São Paulo? Í Brasilíu? Geggjaðasta braut sem til í kappakstri, bara almennt, sko. Bara hún algjörlega sturluð. Ég held að það sé allir sammála mér, bæði sem að horfa og allir sem að keppa. Ég ætla bara að sjá einhver að segja hérna á Discord-rásinni að þetta sé einn besta braut sem það hafa nokkuð keyrt á. Hún æðisleg, það bara svo mikið að skemmtilegum beygju mínu. Margir staðir til þess að reyna allavega framvarakstur. Ég ætla ekki að segja kannski endilega góðir, en margir staðir til að reyna allavega. Þetta bæði gaman að horfa á keppnir hérna og það líka gaman að keyra hérna. Já, hún styttri en maður heldur, þessi braut. Þannig að ég held að High Downforce sé kannski name of the game í þessari keppni. Það verður spennandi að sjá hversu mörg tækifæri eru til framúrtöku. En hérna sjáu þið sko, þessi braut fyrirgefur svolítið. Ef maður missir hann, það mikið af grasi og maður hefur tækifæri á að bjarga bílnum. Þannig að ég ætla að spá því að það verði lítið um DNF. Já, ég líka. Ég ætla að spá fyrir því að þetta verði þétt keppni. Það náttúrulega eitthvað búið að vera lítið um æfingar hjá mönnum samt. Verður að koma fram. Ég veit að það hefur búið að vera mikið æfa sem fyrir Norðurlandamótið. Bæði bara verið að reyna að koma sér í tímatökugírinn og svo náttúrulega bara fólk að æfa sig til þess að geta hjálpa til við að þjálfa keppendur sem að verða valdir eða búið að velja. Ég veit ekki alveg hvort það sé búið að tilkynna þeim það. Þannig að við ætlum ekki að tala um það. Við tökum bara eitthvað sérstakt streymi og tölum um neg. En ekki bara? Jó, gerum það. Ég veit ekkert hvort það sé búið að tilkynna neinum þetta neitt, sko. Ég ekki hugmynd. En hugmyndin að sjálfsögðu að reyna að fá sem flesta til að taka þátt í æfingum, þannig að við getum æft svona stöftinn og aftur og Já, það líka gott negla niður umferðina í byrjun. Gott fyrir keppninu að hafa einhvern til þess að reyna að koma sér fram úr og berjast við, sko, læra á brautina hvernig það að keyra í kringum annað fólk og svoleiðis. Segðu það bara, segir Computer Fingman, það fréttir þetta enginn. Já, vandamálið að þið eru akkurat fólki sem hefði áhuga að vita þetta, sko, þannig að nei, ég segi ekki orð. Ég kannski sendi formanninum skilaboð og spyr eða ritaranum með það hvað þau eru titluð öll sem vil. Við erum að fylgjast þetta núna með honum Arnu Breka hérna á æðislega skinni. En hann hefur verið að sækja sér veðrið, hann að verða betri og betri ökumaður. Og ég verð að viðurkenna, ég spá honum svolítið góðu giggi í þessari keppni. Nú ég að senda skilaboð, sko, fyrir ekki það? Já, það bara mjög gott, sko. Aron Breki einmitt núna, hann í fyrsta sæti í þessari tímatöku eins og kemur óvart. Ég veit að Hákon og Gunnar Karl, þeir ætla sér að byrja aftastir. Eins og hann Aron nefndi, var að gera þetta spennandi. Gunnar Karl búinn að sigra mótið. Hákon Darri, hvað, hann í öðru sæti tryggður eða hvað, Aron? Herðu, nei, alls ekki. Hákon Darri í augnablikinu í þriðja sæti. Hann mætti ekki í síðustu keppni sem að gaf honum búm. Já, hann ekki hérna núna. Áhugaverð, Þórhallur. Jú, þannig hann. Ég held að Þórhallur væri ekki á listanum. Það Þórhallur sem í öðru sæti núna. Hann með 209 stig. Ok. En Hákon með 187 stig. Hann 22 stigum á eftir. Þannig að eitthvað hræðilegt þarf að koma fyrir Þórhall og Hákon þarf að standa sig hrikalega vel. Já. Til þess að eiga séns. Það svoleiðis. Til þess að eiga séns að komast þeir í annarsætið núna. Hann misti alveg frá sér eftir að hafa ekki mætt í síðustu keppni, svo var hann rakfullin sem voru keppnið þar á undan þegar hann endaði allt í henni í síðasta sæti, þurfti að vinna sig upp listan. Það munir alltaf 22 stigum. En ég meina, þú veist, það aldrei að vita. Og sjáum svo restan af listanum hérna líka. Reyndar ekki öll restin held ég að vanti einhverja lista.
Það er þétt setið þetta, Stefán Freyr er að fara að stinga Andra Maris af því Andra Maris er ekki inn í dag, Patrekur er ekki keyrinn í dag, Bjarki er að taka við honum. Fenrir Ponsi er þarna, hann er væntanlega að fara að rjúka upp listan sem núna nánum Stefáni. Og svo er Eyjólfur, Karl er ekki mættur, Eyjólfur að fara að ná sér í haugastigum þetta líka. Hver annar er á listanum? Já, fyrirgefðu, það er heill listi viðbót, 30 manns, takk fyrir og blessaður. Það eru 30 manns hérna maður. Það er ótrúlegt maður. Heiðar Benediktsson, það hefur verið frábært að fá hann til að keppa. Viktor hérna. Já. Þetta er að spæna dekk, hann er að slíta, hann er aðeins að sko minka gripið í dekkjunum. Bara svo, ég veit það ekki. Já, ég var að mynda að pæla í þessu, hvað er hann að gera? Nei, Bjarki Viðar Birgisson að snapp overstýra þetta, erðu hvað búið að skrítið liver í honum allt í hennu, þannig á merkingunni niðri. Þarf ég að loka þessu forriti og opna það aftur, er það sem ég ætla að gera? Ég ætla bara að gera það, bara in case, kannski er forritið orðið ringlað. Hvað hérna, já, Gunnar kallar bara að gera kleinurringi í pittinum. Já, kóngarnir að taka last to first, það er nákvæmlega svoleiðis að Hákon og Gunnar kallar að gera það og Aron Breki mun refsa, það er rétt. Heyrðu, Eyjólfur og Yngvi Jón, þeir eru að heiðra Eddie Jordan með liverínu, svona gula liverínu hérna. Já, alveg rétt. Þetta er mjög flott liverí hjá þeim og ég er ánægður með þá. Að heiðra Eddie Jordan sem að féll frá bara núna nýlega. Blessaður. Þetta erum við myndið að fylgjast með Inga. Þá eru allir búin að taka tíma nema Hákon Darri og Gunnar Karl. Aron Breki er ennþá fremstur. Og Fenrir Þór. Hákon Darri og Gunnar Karl ætla að taka þetta first to last, þannig að það verður spennandi að sjá hvað þeir gerir í því. Þeir ná að rífa sig upp listan allan tíman. Það er búin á allan einum öryggisbíl, en eins og þú sagði ráðan, ég býst ekki við mikið að kannski áreistur með klessum. Fenrir Þór Ponsi að koma sér upp í fyrsta sæti með tæpar 6 mínútur eftir á klukkunni. Minn maður. Bíllinn vel slammaður að sleikja jörðina þarna. Þórhallur að skella sér upp í 3. sæti, snafsa því af Alexander Hauksson. Íflöður að koma sterkar inn hérna. Henrik, góðar fréttir, það er búið að tilkynna keppendurnar. Meiri hægt það er búið að tilkynna keppendurnar, að þeir séu keppendur. Já. Og þeir eru allir búin að segja já, en býtu, ekki segja neitt strax. Bara að vera viss, allir hafi sagt já, ánum við höfum að tilkynna einhverja vilsu. Já. Það er eitt sem á eftir að svara. Verðum við þá ekki bara að bíða með þetta allt saman? Það er ekki bara best. Já. Það verður bara góð tilkynning inn á bæðin á Akis á Facebook rás Akis. Facebook síðu Akis og svo verður líka inn á hérna rásinni okkar bara við höfum eitthvað smá spjall við þess að keppendur líka, tökum eitthvað æfingar með þeim sem við streymum beint frá og svona, gerum eitthvað skemmtilegt úr þessu. Fenrir ég verð að viðurkenna, ég held að við eigum núna séns á einhverjum góðum árangri.
Við erum konum með svolítið gott lið hérna. Já, mér finnst það líklegt. Það kemur ekkert óvart af að þetta skipti myndum við ná langt með þetta. Það kemur bara ekkert óvart. Á meðan tímatökkunar að klárast, þá þarf ég að hlaupa hérna aðeins inn í eldhús og stússast aðeins, þannig að ég skil þetta eftir í þínum höndum hérna í nokkra mínútur. Yes, sir. Þarna hansi stutt bil á milli. Sigurgeir er 0,002 á eftir Bjarka Viðar Birgisson sem er í Aðalborn Racing Team, situr í 5. sætinu. Svo er Hákon Darri og Gunnar Karl sem er ennþá bara þetta í 12 og 13. Sali slagir. Gunnar ennþá að mökka dekka. Nei, hættu því. Það gerði Aron Breki, náður að bæta tíma sinn. Nei, náðu því ekki. Það er þó besti hringurinn hans Arons. En Fenrir er bara með betri tök á bílnum, með betra setup og hvað og ég veit ekki hvað og hvað. Hann er allan á betri stað. Fenrir er búinn að vera hægt og rólega að verða betri og á eftir að vera algjör sleggja í þessu hjá okkur held ég. Mjög ungur drengur. Ég veit ekki hvað hann er gamall, 13, 14, 15 ára eða eitthvað. Hann er allan ungur, mjög ungur. Eitthvað sem þekkir Fenrir. Sandra, þú þetta? Getur þú sagt okkur hvað hann er gamall? Halló? Einhver? Sigurgeir er aldrei online. Ertu alltaf að reyna að ná í hann og hann svaraði þér ekki? En það er eitthvað sem er að gerast. Það verður allan að gaman hjá okkur að fylgjast með Hákoni Darra og Gunnari Karl reyna að vinna sig upp listanina í keppninni sem er að fara að gerast eftir svona cirka about 7 mínútur. Cirka about 7. Einu og hálf mínútu eftir þessari tímatöku og lítið að gerast á listanum hérna fyrir frammi. Það er eiginlega bara ekkert spennandi að skeða. Það er allir langt. Þetta er Pétur Illi að kökukeyra ólíksbílinn. Það er Alexander. Sorry. Þetta var hérna íklugan eða getungurinn eða fyrir þess. It's lasted. Svona verður maður ekki Hinrik, við heyrim í þér hlæja sko. Listin þéttur, það er 0, eitthvað smotteri á milli top 9. Það er geggjað. Það er rosalegt. Það er sem sagt, það er 1:15:4 á fyrsta sætinu og innan við sekundu eru top 8 keppendurnir. Stefán Freyr talsvert langt frá liðsfélagi sínum, hún Fenrir Þór Ponsi, en það gæti skrifast á það að Fenrir hefur náð að æfa sig á meðan að Stefán Freyr er búið að vera svo mikið legend að vera stanslaust að setja saman þessi hápunkta myndbönd fyrir okkur. Það er það sem hann gerir, þessi eina gæi. Hann raðar þessu saman eftir hverja einustu keppni, sleppir því að vera að æfa sig, hangir bara í tölvunni, tekur upp sínar eigin klippur, klippir þetta saman við tónlist sem að Gunnar Karl bara smíðar á núleitni. Alveg ótrúlegt að hafa þess að drengi í þessari deild og vera tilbúin til þess að standa í þessu með okkur. Takk fyrir vesenið og brasið og fjörið og gamanið, strákar. Takk fyrir kærlega. En það er Fenrir Þór Ponsi sem er komin inn í pit, liðsfélagann Stefáns. Hann trónir í fyrsta sæti og keppninni er að ljúka, tímatökun okkar er að ljúka. Spurning hvað Aron Breki er að gera núna hérna á þessum hring. Nú virtist nú að vera að berjast þarna við bílinn. Félagans hérna liðsfélagi Þórhallur Ingi aðeins slakar í augnablikinu. Mögulega er hann að hleypa bara bílum frá sér. Eða eitthvað, það er ekki hugmynd, en við skulum bara hoppa yfir á Aron Breka. Með þetta rétt fyrir aftan hann.
kemur þetta inn gegnum flaggið, undir flagginu. Heldur sér í öðru sæti. Hann ekkert að bæta tíma sinn. Einn keppandi sem enda út á braut, það er Stefán Freyr Margrétarsson. Hann þá möguleika á að bæta tíma sinn, en samkvæmt töflunni hérna er hann ekki að fara að gera það. Lítið fyrir okkur annað að gera en að kíkja bara á meistarann sjálfan, Fenrir Þór Ponsi. Nett ergent að geta ekki sé þetta eitthvað betur en, ja? Skilaði. Þannig fór tímatakkan svo. Fenrir Þór Ponsi tekur pólinn hjá okkur. Fyrsta setið á það. Skulum við fá grittið okkar góða hérna. Það er ungdómurinn sem að tekur fyrsta og annað sæti hérna á fremstu línu. Það er Fenrir Þór Söndursson Ponsi sem að tekur fyrsta sætið fyrir McLaren Racing. Öðru sæti er það Aron Breki Valgeirsson fyrir bíflugurnar. Örfá millisekundum á eftir honum, en það er samt á eftir honum. Í þriðja sæti Þóroddur Ingi Jónsson, einnig að keyra fyrir bíflugurnar. Þeir taka hann annað á þriðja sæti. Svo er það turbogölturinn, það er rétt á eftir Pétur Illugi Einarsson. Alexander Hauksson í 5. sæti. Gangið vel, 8 skilið. Vantar að það gangi betur. Ekki að síðustu keppnirna gengið vel hér, en fyrstu keppnindar hérna, þetta var agalegt. Þetta var bara, þú ert alltaf að lenda í einhverjum óhöppum, eitthvað sem þú gast ekki ráðið við. Svona er þetta bara. Gaman að sjá því aftur Bjarki, virkilega gaman að sjá Bjarki aftur. Þetta er bara, Bjarki steig þetta út, voru að stunda nám af miklu kappi. Og við tók Patrikur sem að sýndir þetta bara ótrúlega takta. En núna svona í síðustu keppninni kemur Bjarki við að byrja svona aftur og trónir hérna í 7. sætinu. Siggeir Lúðvíksson með splungu líkt lifur. Já, herðu, ég þarf nú að fara nú að grípa eitthvað góða mynd af því. Það slætaði fram hjá mér. Það er allir með nýtt lifur hérna. Þetta er geggjað, ég er að fíla það. Siggeir Lúðvíksson, 7. sætið. Það var Sigurjón Páll Helgason í 8. sætinu. Turbogölturinn hinn. Það var frábært tímabil hjá þeim og ég kalla báða bílana mína núna turbogöltur. Bara turbogöltur og turbo... guð, hvað var það aftur? Nú mann ég það bara ekki, ja? Litli göltur stundum. Hvað, Hinrik, þú erst bara komið eitthvað nýtt á litla gölt. Ertu þarna? Jæja, Stefán Freyr Margrétarsson, kóngurinn sjálfur, McLaren Racing, situr í 9. sæti. Svo er Yngvi Jón Gunnarsson í 10. sæti, Team Old Spice. Við erum með okkur síðan 2019, ásamt Eyjólfur Jónsson í 11. sætinu. Svo er Hákon Reyndar Darri Jökulsson sem er líka búinn að vera Hákon Darri Jökulsson sem er líka reyndar búinn að vera með okkur alveg síðan 2019. Gaman að sjá. En hann og Gunnar Karl sem sitja hérna í aftur sætum ætla að sleppa tímatökunni og mæta bara grjót harðir í keppnina. Í síðustu sætunum takja svona síðasta sæti í 1. sæti race. Það verður mjög spennandi fyrir okkur að sjá. Akkurat núna er bara upphitun í gangi. 2 mínútur af léttri upphitun. Svo hoppum við beint úr því bara yfir í keppni. Þannig að rétt á meðan ætlum við að horfa á smá auglýsingu og svo komum við aftur.
ótrúlega munur á lúkin á leiknum eins og hérna. Heyrðu, þá skiptum við yfir. Það eru konur aftur. Ja, þú varst reyndar inni allan tíman, það heyrðist aðeins í þér, þannig er restina. En það er alveg rétt hér, leikurinn er farin að líta miklu betur út. Hákon Darri og Gunnar Karl búin að skella sér upp í fyrst og annað seti hérna í upphitunni. Hákon er komið í 1.16.8 og Gunnar Karl er tæpri hann er hálfri sekúndu eftir honum. Það er akkurat þá sem að upphitunin okkar líkur og við förum í keppnina sjálfa. Ég ætla bara að vona. Ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla bara að vona að þeir setja nógu mikið bensín á bílana sína. Það hefur komið fyrir. Hjá fleiri en einum. Það verða bensínlausir. Það væri agalegt ef svo færi. Ég myndi klúra því. Vona. Það er íta mörgu sér má hann takka svo þetta skiljist. Þá förum við að hefja leikinn. Og taka blimpin á þetta eftir það. Já, það er best. Við verðum að byrja hérna samt. Já. Það er bara Fenrir Þór sem á eftir að koma sér á línuna. Flaggið er komið upp. Aron með innri. Ljósin kvikna og við erum að fara að fá grænt. Aron Breki nær skítsamlegu starti. Fenrir nær rosalegu starti. Fenrir nær að halda sér þokkalega öryggamætt í gegn og er bara fremstur svo þetta á að vera og restina af bílunum virðast komast nokkuð öryggir í gegn hérna líka. Hákon er búinn að hífa sig upp og líka hann Gunnar Karl. Þeir tóku bara strax fram úr aftustu mönnum. Heyrðu. Já, við erum núna að fá upplýsingar að það er ekkert hljóð í leiknum eða tónlist. Nú er hljóð í leiknum. Allir hafa komist klakklaust í gegnum startið. Já, heldur betur. Alexander er komin í 7. sæti úr því 5. Sigurgeir búinn að vippa sér upp. Það getum við skotið okkur aðeins inn og sé liverið hjá þeim. Nýr litar á drengina. Fenrir Þór strax búinn að mynda ágætis bíl. Aron Breki er samt á hælunum, það er hérna kjölsók. Það er bara þessi beygja er alveg krúsjál. Aron Breki er alveg harður hérna á eftir honum. Gunnar Karl komin upp í 8. sæti með Hákon þetta beint fyrir aftan sig. Næstur á listanum í Sigur Jón Páll Helgason. Hvað er að gerast hér? Hér er hörku barátta. Bjarki Viðar ætlar ekkert að vera að hleypa Hákon eitt eða neitt. Hangir þetta utan í honum. Sama skapi hérna beint fyrir framan er Gunnar Karl nær, hér að koma sér fram úr. Hákon einnig komið fram úr Bjarka og hérna reynir Hákon innri á Sigur Jón. Það virtist vera að Sigur Jón sé bara að gefa sætið eftir hérna. Sigur Jón er í bölvum baráttum að halda bílum stabilum hérna og Bjarki Viðar er að stinga sér inn. Það fengi eitthvað aukið sjálfstraust við að fá þess að 2 fram úr sér. Er Þórhallur að fara að ná framúrtöku hérna beinakaflanum? Hann er vissulega samsíða núna. Hvar er hérna? Og Þórhallur er búinn að taka fram úr. En hann nær ekki innri kantinum. Nei, hann er ekki haldið inn, en hérna er hann með innri. Og sjáu hver er komin hérna fyrir aftan. Sigurgeir Lúðvíksson.
öskrandi sókn og öskrandi ferð og er komin samhliða núna. Nei, ekki þess átt. Wow, þetta er nú næstu farin fram einhver. Sigurgeir Lúðvíksson komin upp í 3. sæti með þetta Summit. Aron Breki nær að halda í Fenri. Já. Þeir tveir eru svolítið að stinga af. Mjög vel gert hjá þeim. En það mikil baráttu búin að vera hérna 3. sæti. Þannig að það er ekki skrítið að þeir séu komnir svolítið gott bíl. En virkilega vel gert hjá Aroni Breka að halda þessu bíl í stuttu. Og eins og núna sést þá er það ekki neitt. Þetta bíl. Þeir eru að fara að koma inn á langa kaflan. Hérna hefur hann Aron Breki tækifæri á að setja auka powerið í gang og kannski ná fram úr tökinni. Bara þó að sikkinni með þessar 10 sekúndur sem hann er að keyra þessa löngu leið. Þarna hefur hann tækifærið. En hann virðist alltaf að spara sér þessa auka hestöfl. Þeir hafa jú bara 200 sekúndur í allri keppninni til að notfæra sér overtake. Sjáu Þórhall Inga að taka góða dývit innan á hræðir líftórna. Pétur Illi tók þessu mjög vel samt. Það verður að segjast. Sigurgeir Lúðvíksson hérna ennþá í 3. sætinu. Já, nei, þetta er Pétur. Árnallur er með Gunnar Karl á eftir sér. Gunnar Karl er komin í 7. sæti og er á eftir Pétur. Pétur er núna. Gunnar Karl og Hákon eru mættir ofan í. Sjáu þið, það er snerting! Gunnar Karl og Pétur Illi. Rugglast alltaf á þessum bílum. Þetta var klaufaleg snerting þarna. Gunnar Karl kom með kjötbólu. Gunnar Karl kom með kjötbólu og Pétur vantar með einhverja skemmtir líka. Við sjáum, akkur er hann með kjötbólu? Ég skil það ekki. Hann er með eitthvað skakkan bíl hérna. Hann er eitthvað skakkur í hann bílinn. Alexander Hauksson í 7. sæti og Hákon er komin upp í 5. sæti. Og harða sprettinum eftir Þórhall Inga. Og Aron Breki virðist að fara að ná 1. sætinu. Hann er bara, nei, hann dettur tilbaka núna sýnist mér. Gunnar Karl komin inn í pit. Pétur komin inn í pit. Pétur og Gunnar báður komin inn í pitin. Já, en Aron Breki, hann virðist að pressa það mikið af Fenri að Fenri byrjar að loka af og til á hann. Já. Hann er að tryggja það, hann get ekki stungið sér allavega með að bremsa bara talsvert seinna. Síðasta beygjan eftir smá stund. Þetta er næst síðasta takna núna, næst síðasta beygjan. Svo er síðasta beygjan, Aron þá bara koma sér í afturvængin á honum og nota kjölsvæðið og kannski nota overtake. Þetta er, nei, fer örlítið vítt. Aron fer örlítið vítt og missir þarna. Jói, þú er að helst upp þetta. Nú ætlar að nota overtake og berga hérna. Berga þessu sitt á þessum. Situasjón. Það er engin annar en Hákon. Megapressu á Þórhall. Og tekur líka hraðasta hringinn. Nú eru Gunnar Karl komin út á braut aftur í 10. sæti og Pétur Illi í 12. sæti. Eitthvað hefur komið fyrir Stefán Frey. Sástu það eitthvað, Aron? Nei. Sá ekki hvað kom fyrir Stefán Freyr. Hérna er eitthvað fyrir upptaka. Hákon Darri var að taka fram úr Þórhalli. Kíkjum á endursýningu. Það er í byrjun. Missar hann sig bara hér. Og er fyrir vikið alltaf aftastur. Þetta er blóðugt maður. Hann getur treyst á það að það kemur allavega út einn öryggisbíl fyrir hann á einhverjum tímapunkti.
Hákon Darri í 4. seti, búinn að hífa sig upp úr síðasta seti. Aron Breki að taka Já, hraðasta núna hringinn. bara, já, hann á núna bara 1,2 sekundur í sigurgeir. Gunnar Karl er að hífa sig upp líka, hann er komin í 9. setið. Aron Breki hefur ekki náð sér á strik eftir að hafa, það þarf nú ekki mikið, það þarf nú ekki nú að fara aðeins of vítt í síðustu beygjunni til að missa endahraðan eða hraðan inn á langakafla sem er svo mikilvægt. En hann hefur væntanlega tapað þar í kringum 0,9 sekundum. En hann fær ekki að njóta kjölsóksins núna, hann Aron. Þannig að nú veit ég ekki Aron hversu mikið ökumenn eru búin að nota overtake takkan sinn. Þarna sjáum við það. Nei! Þetta er annar áreksturinn eða þriðji hjá honum Stefáni. Standi sig vel í þessu. Getum við séð hjá honum Fenri hvað mikið overtake eftir hjá honum? Hann á 1.63, hann 163 sekundur eftir. Þannig að Fenrir er búinn að nota OT takkan sinn á meðan Aron á allt eftir held ég. Já. Þarf eiginlega að setja overtake í listan þarna. Það væri rosalegt. Tímatöfluna, þannig að við getum bara haft overtake þar sem bara sekundur í staðin fyrir hvað er langt í fyrsta eða eitthvað. Já, akkurat. Það verið næsta tímabil. Einhver að skrifa þetta niður. Ærising tilur sem svo að þetta sé það mest spennandi sem við getum fylgst með í augnablikinu. Það er Hákon Jökulsson sem er að sækja á hopparinn þetta í flýti yfir á Bjarka Viðar sem er með Alexander fyrir aftan sig. Þetta er að setja á svona sjálfvirkni. Þetta gengur ekkert, þessi sjálfvirkni er að gera alltaf mikið á skiptingum. Gunnar Karl er núna nálgast Ingvar Jón. Óðfluga. Það er bara tímaspursmál, ég bara 1 hringur og þá var hann búinn að taka 8. seti. Það eru 22 sekundur í hann í Fenri. Þetta er eins og hann var ekki Rækonen sem vann sig upp úr einhverja 22 sekundur á 15 hringjum 2003 minni mig. Já, það er náttúrulega ekkert ólíklegt að koma öryggisbíll, ég held að það er nánast bara öruggt að koma öryggisbíll einu sinni kannski í keppninni. Hérna er Gunnar Karl að gera árás á hann Ingvar Jón. Kemur sér hér samhliðunum að stinga sig vinstra með hann og er bara örugglega komin hérna fram úr. Og nú lítil barátta hjá honum Ingvar Jóni, en það kannski á ekki mikinn séns svona. Ekki, hinn er náttúrulega í ruglinu hraður sko, en það er möguleiki, hann einhvern tímann til þess að stríða þessum gæjum, þá er það síðasta keppnin og gæjanum sem er búinn að tryggja sér titilinn sko. Þannig að hann hefði mátt stríða honum mín vegna, ég get sagt þér það. En þá er það spurning hvað Hákon Darri gerir hérna, hann er í sókn og sigurgeir 3. sætið. Alexander Hauksson að koma sér upp í 7. af því að hver snýri? Bjarki Viðar snýr út úr síðustu beygjunni. Hver er þá komin í þetta á hattan á eftir honum? Það er Gunnar Karl, liðsfélagi hans. Aðalbóln Racing Team. Aðalbóln. Og hérna, fáið gott. Já, þetta skinn var vel þess virði að bíða eftir. Heldur betur. Hákon, ennþá eftir Sigurgeir hálfa sekúndu cirka bát rúmlega meira segja. Við sjáum að Hákon er að spara overtake. Hann er ekki að nota hann að taka í fyrirpart keppninnar til að eiga svona maximum möguleika í á svona loka stintinum. Já, Aron er að halda þessir 1,2 sekundum í hann Fenri og það er sko
Það er spurning hvort að Fenrir ennþá að nota overtake takkan sinn. Já. Fenrir komin í 1.63 þannig að nei, hann ekkert að nota overtakeið sitt. Nei. Aron Breki með 200 á eftirunum, þannig að hann hefur ekki snert takkan. Já. En Sigurgeir Lúðvíksson komin í 1.91, hann búið með þarna 9 sekundur af bústinu sínu. Og hérna þetta orðið ansi líklegt, stutt bilið þetta milli, en á sama að gerast þetta með Gunnar Karl og Bjarka, þeir eru í öskrandi sóknin. Þetta eru liðsfélagar og þeir eru aftur á listanum, þannig að við hoppum aftur yfir á Hákon Darra Jökulsson sem reyna að kreista það síðasta út úr bílnum sínum hérna til að komast fram úr Sigurgeir. Og kannski hann bara að gera þetta í rólegheitunum, en því fyrr sem hann kemst fram úr hér, því meiri líkur á hann að ná Aroni Breka og Fenrir Ponsi. Einnig má ekki gleyma því að það náttúrulega öryggisbíll eftir. Það mun allavega koma út einn öryggisbíll. Já. Og það eru bara 11 hringir búnir af 48 hringjum, þannig að það ekkert nægur tími til þess að taka þriðja, annað og fyrsta sætið. Fenrir og Aron Breki með þetta verið að hugsa út í það meðan þeir eru að keyra þarna fremstir að öryggisbíllan eftir að koma út. Keppnin ekki, hún ekki niður negld fyrir en öryggisbíllinn hefur verið komið út allan einu sinni. Það Fenrir Ponsi sem tekur hraðasta hringinn eins og Eigum að fylgjast aðeins með honum Fenri og sjá hann ekki búin að fá mikið airtime í kvöld. Það oft það sem að gerist þegar maður í fyrsta sæti og að stinga af sko. Þá fær maður lítið airtime. Þetta það sem að Gunnar Karl og fleiri þekkja. En það aðeins mikið að gerist þetta í þriðja sætinu. Hákon Darri í æpandi sókn og það þarf ekki neitt út af að víkja hjá honum Sigurgeir Lúðvíksson. Þá var hann búin að missa Hákon Darra fram úr sér. Og Hákon Darri strax komin einu skrefi nær því að koma sér upp í annað fyrsta sætið. Hér ekki búin að snúa. Þetta Fenrir. Þetta ekki Fenrir? Nei. Fenrir, þarna var Fenrir að snúa samt þegar ég skipti yfir á hann. Þetta var Stefán að snúa. Já, þetta var Stefán að snúa. En Aron Breki búin að ná 5 sekundum, 5,5 sekundu á Fenri. Þannig að eitthvað hefur sett hann Fenri líka út úr laginu. Já, við sáum þegar ég skipti hann yfir. Ég held ég verið að skipta yfir á Fenrir sem væri búinn að snúa bílnum sínum. En þá var það Fenrir sem var alveg að fara að snúa bílnum sínum. Þetta magnað. Þetta magnað. Ég var að kíkja þess að Fenrir núna. Það ætla að fá að gefa honum smá airtime. Hérna hann. Fenrir Þór Söndruson, Ponsi. Í fyrsta sæti 1,8 sekundur á hann Aron. Og Aron búinn að halda kúlinu í 13 hringi. Að halda einbeitingunni 100%. En eins og þú sagðir áðan, það meikar lítinn sens að vera að nota overtake áður en að öryggisbíllinn kemur út. Þess að hópurinn þéttist og eftir það þá tækifæri þess að gera. Já, það alveg svo leið sko. Það að reyna að nýta, jú ég meina það alveg ágætt að halda sér svona kannski í byrjun, reyna aðeins að búa til pláss eða eitthvað svo leiðis en eins og staðin núna þá eiga menn bara að halda sér góðum held ég og rauka fram að annarkort. Já, vá. 5,5 sekúndu eftir næsta manni Alexander Hauksson sem reyndar alveg komin núna 9 sekúndum eftir honum Þórhalli. Það þessi toppárátti sem var í gangi. Herðu, þarna mistum við af einhverju. Við mistum af því sem við ætlum ekki að missa af. Hér Hákon að ná að snigla sér upp samhliða Sigurgeir Lúðvíksson og næra að stinga sér upp sæti en Sigurgeir ekki búinn að gefa sér upp. Nei. Heldur betur ekki. Klístra sér hérna á Sigurgeir. Nei, á Hákon. Rosalegt kjölsög. Sigurjón Helgason að koma sér upp í 9. sæti hérna neðar á listanum. Fram úr Inga Jón. Hákon lípur og léttur á leiðinu út. Sigurjón að heyrða annað sæti. Býtum við Bjarki Viðar, gerir eitthvað klúður og er að falla þetta niður listan aðeins. Missir 2, fram úr sér komin í 10. sæti.
Bjarki er aftur að koma sér upp. Hvað er að gerast þetta? Sjáu þið Bjarka þarna. Slætun í burtu. Hér er barátta. Gangi. Vá. Þennan laus. Bjarki Viðar Birgisson í Aðalbóln Racing Team tekur þetta síðustu keppnina fyrir liðið sitt. Ég ætla að brýna það fyrir keppendum að það er komin upp svona Aðalbóln Racing Team rás sem að verður sérlega gerð fyrir formúludeildar kappakstur. Einhver vantar setup og eitthvað þvíum líkt, þá er þetta að kíkja þar inn og þeir skaffa bara setup fyrir ykkur frítt, allt í boði Aðalbóln Racing. Bjarki hérna í mega baráttu við Turbo Gulf. Þeir eru rosalegir, ökumenn. Þétt hér. Hann er með ytri línuna, hann er meira hraða í gegnum beygina sjálfa. Þetta er einn af uppáhaldsbeygjan mínum í kappakstri. Það er þessi beygja þarna. Það er þetta að þvinga menn þarna út af í og þeir verða skítrættir. Og stinga sér allt og búið til allt of mikið pláss fyrir mann. Það er nákvæmlega sem við sáum hana. Og við erum búin að sjá þetta oftar í keppninni. Maður þarf að víkja aðeins til hægri og það er bara ekki jafn mikið grip og það er þetta þegar maður tekur rétta línu. Svo maður verður bara að víkja og gefa eftir ef að viðkomandi næra að stinga sér þetta. Heyrðu, Hákon, hann fer að ógna honum Aronu Breka fljótlega. Styttist í, hann er komin í 2 sekúndur og er að teygja bilið í Sigurgeir ansi mikið. Á síðustu 4 hringjum hefur Gunnar Karl hann hefur unnið 2 sekúndur á fyrsta sætið. Þannig að Fenrir og Aron er að keyra drullu vel sko. Hann hefur hægst örlítið á honum Gunnari við ýmsar framúrtökur og svona undanfarið en hérna það verður ekki aðeim tekið samt. Fenrir og Aron í Breka þeir eru að keyra bara eins og höfðingjar. Heldur betur. Það er Eyjólfur Jónsson búinn að gera einhver mistök hér í uppáhaldsbeginu minni sýnist mér. Hann er að keyra niður í Gitch-akademi sem að tölvan hans var með einhver stæla við hann en hann fekk að kíkja hanga niður í þeir og keyra hann hjá okkur. Rosalegt liðveri hjá þeim hana. Þetta er jánaði með þá. Stór glæsilegir. Hvað átti þetta að vera? Hvað átti þetta að vera? Hvað sá Aron Breki sem við sáum ekki? Hvað sá Aron Breki sem við sáum ekki? Hann er að ná Ingvajon held ég. Ég held að Aron Breki hafi túlkað einhverja hreyfingu þarna sem einhvers konar hótun. Ég held að. Hákon Darri er algjörlega komin í 1,2 sekúndar eftir honum. Sigurgeir hangir það vel í honum þannig að þeir eru í bullandi sókn þessi strákar sko. Og Yngvi Jón og Bjarki 9. sætið, það er bara brjáluð barátta. Já, Bjarki búinn að falla niður listan aftur og hérna er hörku barátta og hérna verður kannski smá snerting. Smávægileg snerting. Og fram úr sigli Pétur Illi líka. Wow, þarna er önnur næstu í snerting. Hausus. Bjarki þarna. Góð viðbröð. Já, mjög góð viðbröð. Sjáu þið þarna. Grimmur, mjög grimmur hann Bjarki. Nei, þetta er Pétur. Mér að tala Hann var þetta bara að fikta í punkt á Ingvajon. Gil. Ingvajon, hann er bara legit í 9. 100%. Og ekki það þurfa að gefa neitt hérna eftir. Lokaðu betur. Hann galopnar fyrir honum. Já, vel gert samt galopnar fyrir honum. Já, en það gerir Pétur Illi að kleift að stinga sér fram úr og með fylgir Bjarki. Heyrðu þið. Þórhallur komin inn í pit. Þórhallur í pitinu segir. Hvað kom fyrir Þórhall Inga bífluguna sjálfa? Það er engin tími til að kíkja það núna. Það er svo mikil barátta hérna á 8. sætið.
Hákon komið niður í hálfa sekundu frá Aroni Breka. Bullandi baráttu hérna hjá okkur. Í 18 ringi allstar eitthvað að gerast. Ég held við verðum að kíkja á hana Hákon hérna. Er það ekki? Leiðu stendur 200 og eitthvað. Það voruð þarna. Við erum komin yfir á Hákon. Fenrir Ponsi setur hraðasta ring með Aron Breka á hælunum á sér. Hákon Jökulsson er þar á hælunum á Aroni Breka. Gunnar Karl er hérna að gera eitthvað svaðalegt move á Alexander. Nei, Alexander lokar vel á hann innri en jújú, Gunnar Karl nær að snatsa góðu línni út úr beginni. Þarna hafa vísdómsorð Alonsos verið í huga hans Alexanders. You always leave our space. Always Hann leave var us. mjög kurteis, mjög vel gjört hjá honum. En Alexander er búinn að keyra þetta vel. Hann er núna með smá bónus, Gunnar fyrir fram á sig og getur kannski notað kjólsauga á honum eitthvað en ég held að Gunnar er eftir að stinga hana af samt. Er Hákon að fara fram á núna? Nei. Jú, það munar bara engu. Þetta er tækifærið. Hérna er tækifærið fyrir Hákon til þess að koma sér fram úr og það er sannarlega það sem hann ætlar að reyna. Hákon er með verri línuna inn í fyrri beina en það er sama sem betri línan þegar út er komið. Gerir nákvæmlega sama Gunnar Karl. Rænir betri línunni af Aroni Breka og komin upp í annarsætið. Aron Breki er alltaf ekki að gefast upp. Nei. Hann er búinn að keyra þetta eins og herforingi og hann á allt overtake eftir held ég, rétt eins og Hákon. En nú er bara spurning sko. Bjarki við að koma sér upp í Læsir annarsætið. þetta Þetta er ekki á hana? hörku baráttu hjá þessum drengjum. Aron Breki kominn langt á eftir Hákonni núna. Ég ætla að hoppa hérna yfir þessa drengi. Það er Ég sé Bjarki hérna- Viðar er að koma sér enn og aftur upp í 8. sætið. Fylgstu með hvort menn er að læsa dekkjónum hérna. Það er bara spurning hvort að það er nú svo heitt þarna. Hvort að dekkin sé orðin svona slapparinn í upphaf keppninnar. Hvort að dekkjaðisla hér sé verri heldur en annar staðar. Já, það er spurning, eitthvað sem þú getur spurt hann Gunnar Karl að því að hann er búinn að kynna sér þetta allt saman mjög vel eins og hann gerir fyrir hver einustu keppni. Ekki máli. Aron Breki er ekkert að gefast upp. Hann hangir fyrir aftan Hákon. Hann hangir gjörsamlega í honum, en það er hann komið Sigurgeir Lúðvíksson ansið nálægt sér og ætlar ekki að missa frá sér þetta 3. sæti. Besta leiðin til að halda því er að koma sér fram á Hákon aftur. Koma sér upp í annað sæti. Þetta missar hann, læsir, eins og þú varst að tala við Hinrik. Ég er búinn að sjá svo marga ökumenn núna, 3 ökumenn síðasta hring læsa dekkjónum. Þessi beygja sem er krúsjál. Ég gerir núna með Pálmann í höndunum. Spurning hvort að Aron noti overtake í 5 sekúndur bara til að verjast hérna. Bara til að verjast. En mér sýnir Sigurgeir verið með overtake sjálfur. Já, bullandi overtake. Nei! Sigurgeir tekur dífuna utan og næra ræna. Nei! Aron Breki grjótharður. Verðlokar þessari reyðu sem var galopinn hann í smá stund. Sigurgeir er búinn að búa með hálft overtake. Já, búið með hálft, hann er búið með... Næstu því hálft. Já, hann á 38 í hálft. Ok, en hann Aron Breki. Er hann búinn að nota eitthvað? Nei, hann er þá í 200, drengurinn. Grjótharður. Grjótharður.
Herðu, já, það var Þórhallur Ingi. Nú ekkert brjálega spennandi að gerast þarna. Við erum og kíkjum á Þórhall Inga sem að sneri bílnum sínum áðan fyrir löngu síðan. Nú ég held ég bara komið framhjá því, það hlýtur að vera. Þeir eru að koma upp hérna langa kaflan. Það er mögulegt að Sigurgeir ná honum Aroni núna. Þetta er bara Sigurgeir að nota overtake. Sýnist mér allavega. Ekki búinn að kveikja á því ennþá. En hann er búinn að nota talsvert að því samt. Hemja sig drengir, nota overtakeið eftir öryggisbílinn. Nema hann kominn náttúrulega mjög seint. Það getur alltaf breytt. Breytt öllu. Já. Það er rétt hjá þér, Ragnar. Þessir ungu strákar eru rosalegir. Það er bara svo gaman að fylgjast með hvað þeir hafa þroskast í akstrinum hérna undanfarið árið. Allir orðinu öruggari, miklu betri í að taka fram úr, betri að verjast, betri að skilja hvaða baráttu maður á að raunverulega taka og hvenær maður á ekki að berjast. Þetta spilar allt rullu. Hérna kemur tækifæri hjá honum Sigurgeir. Hann er með gott exit rétt eins og Hákon, nei ég meina Aron. Og núna er ég ansið hrættur að Aron þurfa að verjast hérna áfergju. Nei, reyndar ekki, þetta er allt í sómanum. Sleppur bara vel hér ennþá. Herðu, við missum. Hvað gerðist? Aron Breki missir sig. Fenrir fyrir ekki, missir bílinn. Heyrðu, oh my god. Fenrir missir afturendan hérna. Nær að halda sér heilum, en eins og við sjáum hér þá dundrar Hákon fram úr og Aron Breki líka. Búm, og Sigurgeir Fenrir fallinir í 4. sæti í einni beygju og rétt þar á eftir byrjar ennú meiri barátta þegar Aron Breki Valgeirsson missir Sigurgeir fram úr sér í smá stund allavega hér. Nær samt sem áður klístra sér á innri, halda beiginni og halda línunni fyrir sig og halda sér ennþá í öðru sætinu. Þurfum að vera up to date. Hvað er að gerast nákvæmlega núna? Býttu, þetta er ekki búið. Í síðan, stuttu síðar klístrar Sigurgeir sér ofan í hann. Aftur Aron Breki gerir smá mistök á leiðinu út úr beigjunni. Sigurgeir Lúðvíksson er að tróða sér upp í hliðinum, halda ytri línunni inn í síðustu beigjuna. Og þar er þetta hans lína hér með. Sigurgeir Lúðvíksson komur upp í annað sæti og hérna er komnir hring seinna inn sama kaflan og Aron Breki er að reyna aftur að koma sér aftur í annað sætið sitt. Já, já! Honum er að takast það. Og þeir eru með Fenrir fyrir aftan sig. Fenrir er á höttunum á eftir þeim, bíður eftir að þeir gerir mistökin sem hann gerði áðan. Hann getur fengið sætið sitt tilbaka. Og önnur mikromistök hjá honum Aroni. Hann þarf aðeins að leiðrétta stýrið hérna. Hérna last hann dekkjunum á hann. Hann virðist vera að ströggla eitthvað við þessa beygju. En hérna kemur tilhlaupið. Við erum með besta exitið úr þessari beygju hérna. Aron Breki með gott hlaup. En Fenrir er bara beint fyrir aftan hann. Fenrir er búinn að nota meiri hlutið. Hann er búinn að nota helminginn af overtake. Aron lokar innri, nær að halda því út af fyrir sig. Fenrir nær ekki að nýta það, er ekki nógu nálægt. Og Hákon er búinn að stinga þarna af. Fenrir farin að sína sig hérna mikið. Láta menn vita að ég er mættur, ég ætla að komast fram úr þér. Aron Breki þarf núna bara að halda hausnum köldum. Láta ekkert stressa sig og bara keyra eins og brjálæðingur og halda sér í Sigurgeir eins og hann getur.
Það heitir að vera kælukollur. Já, þetta er einmitt, ég var að segja þetta áðan. Kælikollur er besta orðið yfir þetta. Þetta er Aron Breki aðeins að læsa af vinstra framtekinu. Kælikollur er klárlega besta orðið yfir þetta á íslensku. Það er bara ekki til betra orð. Hann er kælikollur. Þarf að vera kælikollur núna. Svakalegt að Fenrir að missa þetta svona frá sér. Hákon búinn að stinga sér upp í fyrsta sætið. Gunnar Karl til smá snertingu áðan við hvern var það aftur? Innra minni mér að sína sig. Er það Hákon? Nei, hvað sagðirðu? Gunnar Karl. Hann snerti einhvern áðan, hann og einhver snertist áðan. Hjálp, tjatt, hjálp, þið munið þetta. Það er ekki svo mikið í gangi hjá ykkur. Pétur Yllir. Snertingunni þeim áðan. Það var Gunnar Karl núna í 5. sæti og áttur að vinna þessu upplistan. Tekur þetta hraðast að ringa meðan við fylgjumst með honum. 10 sekundur í Fenrir Ponsi, þannig að jájá, allt getur gerst. Bara svo komið fram hérna. Aron Breki og Fenrir eru búin að vinna sér inn hérna massífa virðingu fyrir að leiða þessa keppni í 24 hringi. Já, hárrétt og eru búin að vera með kaldari koll en áður fyrir, finnst mér. Það er rétt. Hér er ennþá allt í hérna í járnum. Aron Breki það er svo sem ekki tækifæri að taka fram úr. Það er aðalega tækifæri að halda sér innan við sekundu frá honum Sigurgeir. Bæði Aron og Fenrir eru með tók frá bílunum fyrir fram á sig, en það er hann Sigurgeir ekki, en hann er að keyra rosa smúð, hann Sigurgeir, og hann hefur engan fyrir fram á sig. Hann ætla að trufla hann neitt, en Hákon er alltaf svo sem er að græða mest á þessu. Það er bara spurning sko hvort að Fenrir hafi skotið svo svolítið í fótinn með því að nota overtake svona mikið fyrir part keppninnar. Nú eru 20 hringir eftir. Nú eru 20 hringir eftir og það er spurning hvort að einhver eðla fara að lappin á brautin einhvern tímann eða skjaldbaka eða eitthvað sem verður til þess að öryggisbíll kom út. Því miður er ekki mennskur öryggisbíll í þetta sinn vegna þess að tækjabúnaðurinn sem öryggisbíllinn hefur haft hingað til hann er bara ekki til staðar. En hér er Fenrir að gera sig líklegan. En ok, það verður að bíða aðeins. Það er aðalega þessi langi kapli sem hérna það sem tækifæri er til framúrtöku og þessi kapli reyndar líka. Annars er það bara að bíða eftir mistökum. Það er yfirleitt þannig bara. Og lítið að gerast annars staðar í brautinni. Það er Pétur Ulli 3 sekundur fyrir aftan Sigurjón. Annars er aðal aksjónu hérna Sigurgeir, Aron og Fenrir. Aron Breki hefur ekki snert overtake takkan sinn hingað til. En hann er búinn að missa Sigurgeir svolítið fram úr sér. Þarna var, hvað er að gerast þarna? Þarna var hann. Hver situr eftir? Yngvi Jón sem missi bílinn sinn. Að bláflaggaður. Blessaður. Það er stressandi þegar forystumennirnir keyra framhjá. En hann náði að bjarga þessum fallega bíl. Heyrðu, nú er Aron Breki, hann er í þann mund að fara að taka fram úr honum Sigurgeir. Ég sýnist það, hann ætlar allavega ekki
að hingra neitt eftir einu eða neinu, sko. Og Aron með tálmann í höndunum hérna vegna þess að hann ekki búinn að snerta overtake takkan sinn. Og hann myndi næja hann að halda hann inn í 5 sekúndur á langa kaflanum til að klára þetta overtake. Er það þess virði, eða er nóg að vera bara að byggja upp sjálfströstið og meðan maður hangir fyrir aftan Sigurgeir, truflar hann svolítið, reynir að læra á hann og reynir svo að finna út hvar maður fer fram úr. Það er nóg af hringjum eftir, Hinrik. Það eru 18 hringir eftir af keppninni. Þannig að það getur allt gerst ennþá. Hérna er hann með hann. I have you now. Eins og Svarthöfði sagði einu sinni. Sigurgeir er ansi góður í ferðina út og Aron Breki getur lítið hann að gert að þessum kaflarindar nema bara toga inn bilið aftur og komið sér á nákvæmlega sama stað og hann var. Svo lengi sem Sigurgeir er að halda þessu áfram og koma sér hraðar út að inn á beinakaflan þá nær hann að halda Aroni fyrir aftan sig eða hvað? Aron með miklu betra exit sjá hvað núna. Mikið rétt. Gunnar Karl hérna fyrir aftan að koma sér upp í 4. sæti og stinga sér fram úr Fenrir. En við fylgjumst með þessu hér. Fenrir komin í pittin. Fenrir komin í pittin? Komin í 7. sætið. Hvað kom fyrir Fenrir? Erum við að kíkja? Og Stefán. Rákust þeir saman. Erum við að tjekka á þessu? Sýnist þeir ekki að vera reykist saman. Þeir eru ekki með skráðan eitt á sig hérna á sama tíma. Vitlaus bíll. Hérna er upptaka af Fenrir. Býttu nú við. Missi sín. Þetta er sama beygjan er það ekki? Hann var hérna áðan líka. Já. Í fyrstu beygju-lúppunni að gera mistök. En af hverju fyrir hann í pittin? Veit ég ekki, hann er bara með 9 incidentpunta þannig að mér finnst ekki vera nein góð ástæð til að fara þangað með þetta en herðu, hér er komið út gult flagg það er komið út öryggisbíll mitt, kæra fólk Öryggisbíll þetta á aftur að hrista upp í keppninni heldur betur maður það er einn og Fenrir í pittinum eða þá þetta er ræðilegt, það er komið í pittinum Fenrir í pittinum Ég ætla að skoða þetta sjálfur hérna, ég er með iRacing. Býtu nú við, bílar þeir í skralli hér. Fenrir Ponsi, hvað gerðist? Hvað gerðist raunverulega, Fenrir? Er ekki fast repair á þessum server eða? Hættu nú að vera sjálfvirkt í Unlimited reyndar. Hvar er þetta incident hjá Fenrir? Spólum bara tilbaka. Oh my god, já, hann er að koma út úr hérna fyrstu beyjunni. Fyrsta beygjan, önnur beygjan og hann fer yfir körb og snýr bílnum og neglir á vegginn hérna. Og bílinn í tætlum. Hann er í tætlum. Og það er verið að toga bílinn hérna. Þetta gerist á keppnismínútu 40 nákvæmlega. Já, shush. Splundrast þetta bílinn hjá honum. Hann er komin inn í pit. Hérna sjáum við hann í raun tíma. Hann er ennþá virðist vera í smalli. Kannski er verið að draga bílinn en hérna þetta fæ bara á sálina. Ég hélt svo mikið með honum. Aron, við ættum kannski að horfa á einhvern annan bíl en Fenrir í pittinum. Já, við verðum bara já, Aron hefur skilið mig eftir hérna Aron er með stjórnuna á myndavélinni þannig að við erum bara að horfa hérna á Fenrir á bíl sem er í rúst og þarna fer öryggisbíllinn út loksins fer öryggisbíllinn út og nei, það sem að gerist fyrir breyting, Aron, getum við hort á hápundarna eða eitthvað svoleiðis þarna er öryggisbíllinn, já ég held að hleypa mönnum fram úr send núna en það sem að gerist fyrir Fenrir er það er bara verið að draga hann inn í pit það er eina ástæðan fyrir að hann er svona lengi hérna ég var bara að panika því ég held að það væri ekkert fast repair, engin fljót viðgerð á bílunum en það er glæsilegt
Já, sem sagt, hringaðir ökumenn, þeir fá að afhringa sig og vonandi kemst bílarnas Fenris í lag. Í þessari keppni þá eru varabílar, þá eru 1000 varabílar í bílskörunum. Þannig að þegar búið að draga bílarnas Fenris út úr brautinni þá hoppar hann bara nýjan bíl. Svona í þykjusteinni, sko. Minnir á þegar liðið voru með 2 bíla fyrir ökumenn og 1 varabíl sem ökumenn gáttu hoppað í ef bílinn þeirra splundraðist í rigningunni eða ekki. Þess vegna sáum maður oft David Coulthard og þessa gutta vera hlaupandi í áttina pittinum. Til dæmis á Spa, hvort það var 91 eða eitthvað þegar 10 bílar splundruðist bara í fyrstu beygjunni. Og þá voru ökumenn bara fljótir að stíga bílunum og hlaupa inn í pittin. Það er víst bara bannað í dag, en það væri reyndar skemmtilegt að það væri varabílar í Formule 1 í dag líka. En nóg það. Búin að raða þetta upp. Já, það er Hákon. Gjörðu svo vel. Já, það er Hákon sem startaði aftastur, komin í fyrsta sætið. Og Sigurgeir, sem ég manu ekki alveg hvað sætið hann var, semst hann byrjaði, hvort það var í 4. eða 5. eða eitthvað. Hann er búinn að hífa sig upp og Aron Breki sem hóf keppni í öðru sæti, hann er komin í 3. hérna. En Aron Breki er í súper sterkri stöðu. Hér er stíginn í keppninni ef þau skildu fara eins og staðan er núna. Ég segi bara ef staðan skildi fara eins og hún er núna. Og er Hákon komin upp í annað sæti aftur og Þórhallur Ingi Jónsson komin niður í 3. sæti. Sérðu það? Já, Þórhallur þarf að hífa sig upp með sæti til þess að ná öðru sætinu. Hann þarf að hífa sig upp 2 sæti. Þannig að hvar stendur Þórhallur núna? Í hvaða sæti er hann? Þórhallur í deildinni er í öðru sæti, venjulega sko. Nei, hérna á brautinni. Þórhallur er í 11. sæti eins og staðan núna. 11. sæti, hann þarf, já. Hann er mjög hraður ökumaður. Þannig að ég hef alveg full að trúa því að hann er alveg einn af þeim sem geti tekið last to first dæmið sko. Þannig að hann á alveg feitan sensita eftir öryggisbíli núna í mínu skapi sko. Hann þarf ekki nema að komast upp í 9. sæti til þess að vera jafna stigum. Hann reyndar með nokkra sterka hérna fyrir fram að sig. Hann er 2 góða liðsfélaga, Inga Jón og Eyjólf. Svo með Bjarka Viðar, Pétur Ylli og Sigurjón, Alexander. Þetta verður strembin barátta til þess að komast þetta upp listan sko. Já. Hákon Darri er hérna í fyrsta sætinu að dilla sér eitthvað í kringum öryggisbílinn. Og hann er að halda þessu svona og jafnvel ef hann er að ná fyrsta sætinu þá er hann náttúrulega bara, hraðasta hring. Þá er hann að tryggja sér annað sætið í deildinni en þetta er eiginlega mest spennandi dæmi. Gunnar Karl er búinn að tryggja sér öll stigin í deildinni. Hann er með 305 stig og það á enginn eftir að ná hún með það. Gerði það í síðustu keppni, þannig að Gunnar Karl getum bara farið yfir það núna og klappað smá hérna öll sömul. Hann er í fyrsta sæti búinn að sigra deildina, Gunnar Karl Vignisson, Team Adalborn Racing. Svo er Hákon Jökulsson sem eins og sögum núna er mest spennan hérna. Það er að Hákon komist upp í annað eða Þórhallur Ingi ná að halda öðru sætinu sínu í deildinni. Ef ykkur langar eitthvað að skoða stígin eins og þau eru nákvæmlega núna fyrir þessa keppni þá getið þið farið inn á gta.is/formúla. Þar eru öll stig og allskins upplýsingar þessa deild. Og svo er það sjálfsögðu myndir þarna af keppendum eða af sigurvegurunum í deildinni. Svo breytum við þessu vonandi í gott Íslandsmeistaramót fyrir næsta tímabil. Við verðum með Íslandsmeistaramót 2026 í superformúlu bílum í iRacing. Juicy stuff. Þórhallur á góðan séns á að ná öðru sætinu. Og hann þarf bara að hífa sig upp 3 sæti og nema Hákon á 3 sæti, hann þarf bara að ná í 8. sætinu og þá í þessari keppni. Nema Hákon hugsanlega taki hraðasta hringinn og getur verið jafna stigum. Heyrðu, Sigurgeir Lúðvíksson er í 5. sæti í deildinni nú þegar og Pétur Ylli er í 4. sæti.
En eins og staðan núna á listanum, ef að staðan færi eins og hún núna, þá myndi Pétur Illugi tapa 4. sætinu og Sigurgeir Lúðvíksson væri komin upp í 4. sætið í deildinni. Þannig að það tvöföld spenna í gangi hérna. Það baráttan 2. sætið og svo það baráttan 4. sætið í deildinni, þar að segja, sko. Það tvöföld spenna í gangi það núna hjá okkur og öryggisbíllinn hvað hann búinn að slökkva ljósin eða? Það rétt hjá mér? Já. Þannig að öryggisbíllinn að fara inn, Fenrir komin hérna aftast í röðina. Yes sir! Þetta síðustu, það komið grænt! Hákon neglir hérna á stað, nær frábæri starti. Sigurgeir á eftir sér. Hvað að gerist hérna beint fyrir aftan? Gunnar Karl komin upp í 3. sætið, instantly! Smetli sér þanga bara bím bara búm. Tekur það bara í ræsingunni. Aron Breki læsir sig aftan á hann. Stefán Freyr ná að stinga sér fram úr. Hérna smá kaos í gangi. Klári Racing að stinga sér þetta saman. Framúr allavega Eyjólfi Yngvi Jón komin upp í 9. sæti. Fenrir að meiast þetta. Þetta næstuði snerting. Það að Stefán Freyr missir bílinn sinn og missir fyrir vikið Eyjólf Jónsson fram úr sér. En hér líka hörkubarda. Bjarki Viðar og Pétur Illugi að berjast. Hvor ætlar að halda 7. sætinu? Hvað gerðist? Já, ég ítt á fullt af tökkum. Þetta var Bjarki að taka fram úr Sigurjón. Hann veik sér frábæra. Aron Breki maður, hann að halda hérna. Hann að halda peysunni í Gunnar Karl sem að þrýsta á Sigurgeir alveg massíft. Og tekur eftir því Aron og Þórhallur komin í 8. sætið. Þórhallur í sókn. Eyjólf á svarta flaggi á sig fyrir Ómörk Incident og Stefán Freyr. Nei, Eyjólfur fær svarta flaggi á sig frá dómurum. Það Stefán Freyr sem fær svart flagg fyrir Ómörk Incident stig. Og þetta Gunnar Karl að snúa. Gunnar Karl missir afturrendan. Gunnar Karl satt í 3. sætinu að hrynja þetta niður listan. Bara þetta núna út af að strika 11 í grasið hjá okkur. Fenrir Ponsi komin upp í 8. sætið. Eftir að hafa verið aftastur í endurræsingunni, hoppar upp úr 13. sæti í 8. sæti eftir 2 hringi. Og Þórhallur í 7. sæti, ef hann heldur þessu þá hann búinn að tryggja sér annað sætið í meistaramótunum. Úr 11. í 7. á 3 hringjum. 5 hringjum. Gunnar Karl ekki að ná að halda hausnum á sér nógu kældum. En annað má segja Hákon Darra Jökulsson sem bara algjörlega að dominata hérna. Stingur af eins og Gunnar Karl hefur gert í öðrum keppnum hingað til. Býr til frábært bíl. Og Aron Breki í 3. sæti. Svo yngsti sem að keppi með okkur í þessari deild. 12 ára gamall. Harðasprettinum hérna eftir Sigurgeir í 3. sætinu. Það er að segja Aron Breki í 3. sætinu á harðasprettinum eftir Sigurgeir í öðru. Hvar framúraksturinn hérna í byrjun? Gunnar Karl ansi naskur að taka endurræsingarnar og sjáu þarna hann nær að byrja aðeins fyrir en Aron Breki. Hann algjörlega limdur ofan að henni í byrjunni. Við skulum sjá bara algjörlega þetta frá byrjun. Hann gjörsamlega limdur ofan í Aron Breki að bíða eftir tækifærinu til þess að geta byrjað að smalla bensíngjöfunni sinni niður
Og nú komið að því, herðu, ég að missa af einhverju öðru spennandi að gerast þetta. Það allt í lagi, ég með endursýningu fyrir ykkur. Eftir smá stund, það allt að gerast. Hver hrynja? Sigurgeir Lúðvíksson hrynur niður listan, við verðum að skipta yfir. Þetta of spennandi. Sigurgeir Lúðvíksson smallar bílnum sínum. Og Aron Breki hirðir af honum annarsætið. Getum við séð eina endursýningu aftur á þessu? Þegar Sigurgeir missir sig þá eða? Já. Þetta missar hann aftur endan. Það sama beygja og búin að vera að stríða honum. Fenrir. Oh my god. Það þessi beygja, hún helvíti strempin maður. Maður hittir vitlaust á svönduna. Hér sjáum við Pétur Illu að vera að stinga sig fram úr Ingvar Jón. Gerir það prýðilega. Tekur fyrstu beina mjög örugglega og vel. Hoppum við það niður listan, sjáum við Þórhall komin upp í 7. sætið. Stórhættulegur drengurinn. Og hérna að gera harða árás á Sigurjón. Og kominn fram úr, ef ekki bara, inn í fyrstu beygju, kominn fram úr. Sigurjón læsir vinstra framdekinu. Og núna með Fenrir á hælunum á sér. Inn á beinakaflan, hraða beinakaflan. Fenrir sem var síðastur áðan í endurræsingunni. Komur í 7. sætið. Og hér kemst hann fram úr. Sigurjón fer of vítt. Sigurjón fer of vítt og Fenrir komin upp í 7. sætið. Þvílík. Hef ég ekki, þetta er geggjað. Þetta er yndislegt. Heyrðu og Þórhallur komið rakettu í afturendan. Hann að fara að taka fram á Alexander líka. Æpandi sókn og Þórhalli. Baráttunum 3. sæti í bullandi gangi. Sjáuði Bjarka Viðar. Ég var ekki bara áttu á því. Bjarki Viðar var í miðjunni áðan eða bottom sætunum. Hann núna í 3. sæti. Hald uppi heiðri Aðalbón Racing Team. En hér sjáum við Þórhall í árás á Alexander. Nær hann að halda þessu? Nei, Alexander nær að halda innri línni og Nei, og Þórhallur missir hann. Þórhallur missir afturendan. Bílarnir bruna fram úr honum hérna. Meistaramótið uppnámi. Hákon að taka annarsætið aftur. Enn og aftur, já, Þórhallur búinn að missa frá sér annarsætið í mótinu og hér kemur Ingvi Jón. Hvílík keppni, drengir. Herra fólk, þetta er bara rugl. Þetta er búið að vera stanslaust frá hring 1. Aron Breki eykur bilið. Hann að fara að tryggja sér þetta annarsæti. Þórhallur ennþá í 9. Hann ætti að geta náð Ingvar Jón en hann tapaði. Hann tapaði þarna það 5 sekúndum á hann Pétur. Fenrir að kreista allt sem hann getur út úr þessu overtake. Hann á bara 39 sekúndur eftir. Það væri rosalegt afrek hjá honum Fenri. Að ná að hífa sig upp úr síðasta sætinu upp í 4. sæti. Já, það er eina sem hefur verið að há honum eitthvað. Það að ná ekki að halda haustum köldum þegar að hlutinni fara úrskeiðis. Núna vinnusíminn að hringja hann, ég verði að svara. Nú verðist hann vera búinn að ná að núlla sig algjörlega niður. Drengurinn. Það Eyjólfur Jónsson kominn 4 hringjum niður. Kominn inn í pit. Ætlaði sé ekki hann sem að hringja. Fenrir kominn í 300 millisekundum inn á eftir Alexander. Þeir keyra inn á ráskaflan okkar góða. Við hendum okkur inn í bíl hjá Fenrir.
sem þó ekki með jafn gott exit, ekki með gott, hvað segir maður góður íslensku? Nær ekki að fara jafn hratt út úr beyjunni, eitthvað svona bara. Látum þetta duga. Og núna bara búin að missa Alexander talsvert frá sér, en Alexander hins var búin að ná Bjarka við að Birgisson, svo það ágætt fyrir hann að vera laus við Fenrir alveg úr splittertum hjá sér. Nei, þetta heitir diffuser. Það er splitter á framan, Aron. Ég búin að ruggla þessu í 4 eða 5 ár, sko. Ég mun aldrei læra þetta. Alexander Hauksson væri rosalegt ef hann kæmi sér loksins upp á pódium, verðlaunapallinn. Það væri geggjað. Þetta bara með dreymur að sjá Alexander Hauksson á pallinum. Ekkert út af því að setja Bjarki minni. Ég vil bara sjá Alexander að náða skilið að komast á pallin einu sinni. Hann er búin að vera allt of óheppinn í þessari deild. Koma svo. Hann er með hraðan þetta út. Hann er með 93 sekundur eftir í overtakeið á meðan Bjarki á 54 sekundur eftir. Herru, lausir hérna. Alexander er að halda sér vel góðum og er ennþá cirka 200 millisekundum frá. Fenrir hins vegar komin í sóknin á eftir, þannig að Alexander gæti þurft að vera að verjast frá honum. Það er ekki margir hringir eftir þessari keppni. Stendur reyndar að séu 7 mínútur eftir að keppninni líka, þannig að annarkvort klárast þetta á klukkunni eða á hringjónum, ég veit ekki hvort. Sjáið Fenrir! Tekur flotta hótunardífu. Þetta er ekki góð stað til að fara fram úr, en þetta er einmitt staðurinn til þess að gera eitthvað svona. Hræða menn til hliðinni og hér nær hann að tróða sér utan í Háko. Nei, Alexander! Og trufla hann svona herfilega mikið. Þannig að hann myrksir Bjarka frá sér. Er alveg spurning hvort hann hefði átt að leyfa Alexander að sækja meira á Bjarka og grípa tækifæri seinna á bústinu, en já, við vitum það ekki. Viktor Nóbrein, ég loka streymin í 18 mínútur og gæni. Já, það er nákvæmlega svoleiðis. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Aðeins og næmur hjá með takkinn hana. Það er ekki að koma nóg hratt út úr þessari beygju til þess að draga nógu mikið á Alexander, en hann skellir bústinu sinni í gang og ætlar að reyna að taka þetta hér. Það er bara 2-3 hringir eftir, tíminn er að teka niður. En núna á hann ekkert í Alexander. Ef Alexander notar bústið sitt þá á hann ekkert í hann. Hann á 10 sekundur eftir. Alexander er komin í 63 núna og byrjar að nota bústið til þess að reynsa burt frá sér Fenrir. Ég vonum að geta sótt á Bjarka við að Bjarki viðar, já, í raun og vera að koma inn sem varamaður þar sem hann hætti í Aðalbon Racing og gaf sæti sitt til Patreks. Þetta tekur Fenrir allt of seint brems, smallar næstu í aftan á Alexander, en Alexander er búinn að ná Bjarka viðar enn og aftur. Og þá erum við komin inn í bíl hjá Alexander, sem er núna laus við Fenrir næstu 2-3 hringi allavega. En það er bara 4 mínútur eftir að klukkunni, svo það er bara að vera ansi mikil spurning hvort klárast undan hringirnir eða klukkan.
Við taka það fram að það eru mistök að tíminn skuli mögulega klárast á klukkunni. Þetta ætti að sleppa, það eru 2 hringir eftir. Alexander að fara einhverja allt aðra línu hérna í gegn. Bjarki nær frábæri línu hérna í gegn og nær að stækka bilið um hálfa sekundu. Já, Sunna, ég er ekki hissa á þér hafið brugðið. Alls ekki. Sonuðinu varst í dáinn. Ekki í alvörunni sko, heldur bara í tölvuleik, en samt, þú veist, hann var næst í dáinn. Hörru, Eyjólfur kominn inn í pit, já, hann er búinn að vera þar heil lengi. Veitu, en Þórhallur? Ó, nei. Þórhallur hefur gert einhver mistök. Þetta gerir hann einhver mistök. Nei, Þórhallur. Nei. Sama beygjan og hefur verið að hrjá alla hérna gegnum keppnina. Ég er með fréttir á honum Eyjólfi. Já. Það eru tæknilegir örðuleika með stýrisbúnaðinn hjá honum Eyjólfi í bílnum hans. Niður í akademíu? Já, því miður. Það er ekki nógu gott. Lest hann í hermi 1 eða? Nei, í 8. Já, það sem að þráðlösu stýrið er. Hugsanlega rafmagnslaust eftir 5 daga notkun. Djöfull, við erum að hafa snúr í þessu að eilífu. Amen. Allavega, hér er Gunnar Karl með á hælunum á sér Ingo Jón, og Ingo Jón er ekki að gefa neitt eftir. Alls ekki, við erum á síðasta hringnum. Hákon Jökulsson er að leiða þessa keppni, en hér er barátta. En hún er reynda búin núna, Gunnar Karl búin að tryggja sér það, hendi sér upp, en þá skulum henda okkur yfir á Fenrir. Þetta er síðasti hringurinn sem við erum að horfa á. Ná, ég er á tómu ruglunni, hérna er Fenrir. Þetta er það sem er að gerast í beinni. Býtum við, Alexander, halló, hvað er búið að gerast? Hvað er búið að gerast þetta? Hvenær fór Fenrir fram úr? Við þurfum að sjá þetta hérna. Ég þarf að sjá þetta. Ég er ekki að fara að missa eina neini hér. Á, nei. Koma svo! Hérna gerir hann það vílíkt. Hann bara leta hann hafa það á bremsunni. Mjög vel gert hjá Fenrir. Þessari keppni er lokið, mitt kæra fólk, og það er Hákon Darri Jökulsson sem tekur sigurinn. Ó já, Hákon Darri Jökulsson pakkaði þessu gjörsamlega saman, tók síðasta sætið á sig og hendi sér upp í fyrsta sætið. Reyndi það sama hann Gunnar Karl, en náði bara að koma sér upp í 8. sæti eftir 2 árekstra reyndar, hann er ansi vel gert. En það er Hákon Darri sem að algjörlega pakkaði þessu saman hjá okkur í dag. Ég þakka fyrir mig, ég þarf að fara að skutlast niður í akademíu að heilsa upp á hann Eyjó. Hérna, bara góða skemmtun og kannski fá að heyra eitthvað frá ökumorunum eftir smá. Það er aldrei að vita. Hér sjáum við bara Hákon Darri að taka smá spólir í. Slætir nokkra hringi, aðeins að sína sig, aðeins að glenna sig. Takk allir fyrir keppnina, takk fyrir vel heppna season. Takk bara fyrir allt. Já, takk sem leys, þetta er búið að vera geggjað. Já, ég sé það sannlega. Ég vil takka æfingunum fyrir Aronni og Henrik og auðvitað einhver öllum. Gunnar, tókst óvart 8. sæti af mér. Sko, ég vil telja þig við 8. Ég get bara eftir með þetta hérna.
hvernig var regla, maður þarf að raða sér eitthvað upp í pittin, en það ekki. Ef fyrst annað og þriðja ennþá á brautinni, getum við þá ráða okkur saman inn í pitnum eins og það gerir í formúlunni. Þetta hafa það. Var það eitthvað? Nei, ég bara svona spyrja eftir hvað það mátt að gera. Það ekkert regla á bara, það væri gaman. Allir aðrir sem ennþá á brautinni, það væri mjög gaman að við getum hendið svoleiðis. Já, ég bara veit ekkert hvað megin ég á öðarskækið. Já, ég veit ekki það. Bara einhverju megin, skiptir engum máli. Allavega og við... Við verðum náttúrulega í myndinni þokkar. Jú, strákar, það allavega oftast svoleiðis. Það er málið. Hér er fallið verðlauna afhendur okkar eða fyrst, annað og þriðja sæti. Það er Hákon Darri Jökulsson sem tekur fyrsta sætið. Það er Aron Breki sem tekur annað sætið. Svo er það Bjarki Viðar sem keyrir hérna á allt og alla eins og einhver amatör. Hvað er þetta? Hvað var þetta? Þetta var agalegt. Bjarki var mínustig í deildinni fyrir þetta. Þetta var bara tók pittinn og bara pláa hann. Það er það sem hann gerði. Fáum upp niðurstöðu keppnari hérna. Mjög áhugavert. Hvað meinarðu? Get ég ekki séð? Hvað okkur er þetta svona? Skýtt með það. Sem ég get sýnt ykkur. Held ég. Hanna. Það er Hákon Darri Jökulsson sem nær að komast upp í annað sætið. Þórhallur Ingi Jónsson í þriðja sætinu. Sigurgeir Lúðvíksson í 5. sætinu. Nær ekki... Það er ekki... Í 5. sætinu, jú, það var svoleiðis. Það var engin breyting þar á. Hann náði ekki að sníkla sér upp sæti eins og ég hafði trú á að hann myndi gera. Það var Pétur Illu sem varði örkuvel og hélt sér í sínu 4. sæti í deildinni. En hér sjáum við topp náungana í deildin okkar, formúludeildin í boði GT Akademíunar. Gunnar Karl Vignisson sem tekur 1. sæti í deildinni og svo er það Hákon Jökulsson sem tekur annað sætið, Þórhallur Ingi Jónsson sem tekur 3. sætið. Það er Pétur Illu, Sigurgeir Lúðvíksson, Sigurjón Helgason, Aron Breki Valgeirsson, Bjarki Viðar Birgisson, Alexander Hauksson, Yngvi Jón Gunnarsson, Fenrir Ponsi, Stefán Freyr Margrétarsson, Andri Marís Hilmarsson, Patrikur Þór Magnússon, Eyjólfur Jónsson, Karl Þórodsen, Dylan Fischer kíkti hérna við og hirti haug af stigum fyrir AH Racing. Gunnlaugur Ásgrímsson sem búinn að vera varamaður fyrir nokkur lið. Jesper Sand, Marino. Nei, þetta var ekki það sem ég ætlaði að gera. Vernharður Rafnas með Venni Racing á Instagram. Við langar að fylgjast með honum. Hann er 12 ára gaur sem í Noregi að keppa á go-kartbílum. Standa sig prýðilega þar. Það er Árni Fannar í skeytunum. Hinrik Haraldsson sem kom inn einmitt sem varamaður líka. Heiðar Benediktsson, Íslandsmeistari núverandi. Og tók þátt þetta nokkru sinnum. Æfði sig aldrei neitt svo hann hætti bara í deildinni og hugaði að vinnu eða námi eða ég veit ekki hvað hann fór að gera. Hann kemur vonandi sterkur inn þegar Íslandsmótið fyrir aftur í gang. Svo er Viktor Böðarsson, Rúnar Sigursson, Jónard Ómarsson og Sigurður Gunnarsson sem ætlaði að keppa þetta í liði Geitugarnir með sponsor Tækniborg. Þeir náðu allan að koma sponsornum sínum inn en þeir mættu aldrei í einustu keppni en þá samt sem að gott að fá skráningu frá okkur strákum minnir. Og það var Mikael Hafleðarsson í refunum, hann kerði mitt sem varamaður. Nei, hann var ekkert varamaður. Það er ekki rétt, hann kom bara á keppti. Svo voru þið ekki fleiri keppendur, það voru 30 keppendur talsins, það var Ívar, jú, hann það líka. Það voru ekki fleiri keppendur sem að tóku þátt í þessari deild hjá okkur. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að fylgjast með þessu öll saman hérna í gegnum allt sem er búið í gangi hjá okkur. Þetta er búið að vera geggjað, búið að vera hrikalega gaman að gera þetta. Við komum aftur með Íslandsmeistaramótið og það mun vera alveg öflugt held ég. Kannski höfum aðeins færri keppnir. Sjáum til með það. Og ef ykkur langar að fylgjast eitthvað með og vera með í
öllu sem við erum að gera hérna og munum gera sérstaklega eftir að sumarið er búið. Og ég mæli með að þið kíkist inn á kapastur.is og kapastur.is og farið inn á YouTube og finnið kapastur þar ef ykkur langar að kynast einhverju raunheima sporti. En í sumar ætlum við að vera með einhvers konar mót, svona einhverja litla keppnir og eitthvað skemmtilegt sem við getum tekið þátt í og haft gaman að. Svo sé ég ykkur aftur bara hérna þegar að, við tökum allan eitt streymi hérna fljótlega sem við förum yfir Norðurlandamótið. Förum yfir keppendurna sem hafa verið valin í það og hendum í ykkur smá upplýsingum, tökum smá æfingu með þeim og keyrum á það og eitthvað svona stríðum þeim aðeins. Tilkynnum ykkur liferi og allski stöf sem við eftir að, við hefum eftir að gera eitthvað og svo förum við frí í sumar og svo komum við aftur grjótörð eftir sumarfríð. Þakka ykkur gæla fyrir allt saman, sé ykkur næst, stófraglegt, bless.